Hér bara svona svolítil mynd, þetta sem sagt skipanagluggi og hér við annarkvort með skipanaskrár eða svo seinna meir þessar skýrsluskrár sem við tölum eins og ég segi aðeins síðar. Keyrsluglugginn hérna niðri, svo höfum við vinnusvæðið, þegar við fyrir að búa til hluti þá fyllist það af einhverjum hlutum og svo glugginn hérna niðri, ég talaði nú ekkert hann en hér nú svona ýmislegt að þegar við fyrir að búa til einhverja myndir þá birtast þær hér eru sem sagt pakkar, ég tala pakka á eftir, hjálp, hérna birtist svona þegar við fyrir að biðja einhver aðstoð, þá birtist hún hér og hérna sjáum við líka ofan í svokallega vinnusvæði sem ég tala hérna rétt á eftir. Nú, hérna ætla ég að fjalla svolítið sem virkar kannski svolítið skrítið núna en alveg gríðarlega mikilvægt að tileinka sér að í hvert sinn sem við framkvæmum skipun höfum við í rauninni val tvennt og ég veit ekki hvort að orðalagið hérna skilst almennlega en við getum notað eins og reiknivél og það rauninni það sem ég var að gera hérna núna hvort sem ég skrifa skipuna hérna uppi í skipanaskránni hérna niðri að ég bara skrifa eitthvað og svo vil ég bara segi mér hver útkoman hérna ég geymi ekki neitt, hún bara gefur mér einhverja niðurstöðu. Og þá skrifur skipuna án þess að búa til hlut, spýtir svarinu tilbaka, en við getum ekki nota niðurstöðuna í framhaldinu. Og eins við sjáum hérna rétt áðan að ég bý til vegur. Þetta skipun hérna sem heitir hreinlega bara sé, sem bara stendur fyrir combine, að ég að setja saman stökin 1, 2 og 3 og ef ég íti bara hér, nú þá spýtur hún bara út. Þessi skipun, hún býr til hlut sem inniheldur, býr til vegur, sem inniheldur stökin 1, 2 og 3, en ég geymi þetta hvergi, ég get ekki notað þetta eitthvað í kjölfarið. Aftur á móti eins og skipunin hérna uppi, þá ég hérna með C1,2,3, að ég tek þetta og ég geymi það. Þetta hérna svokallar assign operator og við getum bara að lesa þetta sem búa til. Ég ætla að búa til hlut sem ber heitið X og hann inniheldur stökin 1, 2 og 3. Það að segja X vegur sem inniheldur 3 stök. Og svo get ég notað X í kjölfarið. Já, X inniheldur þessi stök og eins og við gerðum á hann, ég get farið að leggja til dæmis töluna 7 við öll stökin. Þetta nú ekki alveg svona mest krassandi en þetta svona hugmyndin. Að þá geymum við það sem skipunin skilar í hlut. Hluturinn vistaður í vinnusvæðinu og við getum nálgast hann aftur og unnið frekar með hann. Nú við sáum þetta reyndar en til að vista búa til hlut þá notum við þennan rithátt. Við höfum einhvert nafn og við ráðum svona eiginlega alveg hvað hlutirnir okkar heita. Þeir mega ekki byrja á tölustaf nöfnin, eða þó reyndar ákveðnir hlutir sem mega það, en svona almennt ekki. Og þannig við gefum þeim eitthvað nafn og fínt að nota eitthvað lýsandi nafn. Svo kemur þessi hérna sem við getum bara lesið sem búa til, eða assign. Og flýtileiðin, ef ég man rétt, allt og mínus. Þannig að þið haldið niður allt og mínus, þá fáið þið þetta assign merki hérna. Þetta í rauninni bara minna en og svo mínus. En allt og mínus svona flýtileið. Það ágætt kannski að benda á það hérna en í tools þá getið þið séð hérna svona alls konar flýtiskipanir og eins þá má hérna fór þetta breyta hinum ýmsu flýti svona skipunum. Það ágætt að vita því. En hér sem sagt, já, hlutir ber eitthvað nafn og við búum þá til, svo kemur nafn á einhverju skipun og við höfum séð þessa einföldu skipun sem heitir sé, en við sjáum náttúrulega fullt af öðrum skipunum hér, en þær ber eitthvað nafn, en þær eiga þær alltaf sameiginlegt að það fyrst kemur nafn, svo opnar svíi og svo koma einhver
Við getum kallað þetta stillingar, inntök, rofa, þetta svona ýmislegt, þetta myndi kallast arguments á ensku. Þannig hér kom einhverja stillingar og svo lokast svíinn. Við getum líka snúið þessu öfugt og haft skipunina hérna fyrir framan og þá látum við assign sem sagt snúa í þessa átt og eitthvert nafn. En ef við skrifum sem sagt bara skipunina án þess að vistan undir nafni, þá prentar R út það sem skipunin gerir á skjáin án þess að vista nokkuð. Þannig að höfum það í huga.